Á hana fund, það bara gaman að sjá ykkur og gleðilegt sumar. Við erum að streyma á samstöðinni, þannig að þeir sem eru heima geti fylgst með. Við ætlum að kynna bara málefni ljósleiðarans og hvar málið er statt og hvernig við viljum bregðast við þessum einkavæðingar áformum sem hafa verið kynnt. Þannig að Trausti Breiðfjörð Magnússon, borgarfulltrúi sósíalista, mun vera með kynningu. Svo ætlum við að hafa eftir það umræður og þá munum við slökkva á útsendingunni. Við ætlum að ræða hvað við getum gert og hver næstu skref eru. En svona smá inngangur og þá er ljósleiðarinn, það er í eigu Orkuveitu Reykjavíkur og Reykjavíkurborg er stærsti eigandi Orkuveitunar, þannig að þið skiljið í rauninni hver á hvað og hvað við erum að fara að ræða hér og svo komum bara fram að þá er það Akranes, Kaupstaðar og Borgarbyggð sem eiga líka Orkuveitu með Reykjavíkurborg. Reykjavíkurborg er þarna stærsti eigandinn og þannig að við erum komin til þess að fjalla málefni borgarinnar, ljósleiðarann hér í kvöld. Þannig að Trausti, vilt þú ekki bara koma hingað upp? Takk. Já, verið velkomin. Kannski áður en við förum að tala það sem er í gangi akkurat núna, þá aðeins að fara yfir bara hvað nákvæmlega ljósleiðarinn er. Það sem hann sér það er að byggja upp og reka hágæða internet og koma því inn á heimili, fyrirtæki og stofnanir. Þetta byrjaði árið 1999. Þá var þetta verkefni á vegum rafmagnsveitunar í Reykjavík. Þetta var hugsað sem svona samfélagslegt verkefni að tengja heimilin við internet og er, rafmagnsveitan var með það. Svo árið 2005 þá er Gagnaveita Reykjavíkur stofnuð sem er undanfari þess sem að ljósleiðarinn er í dag. Þá var farið að tengja þetta ennþá fleiri heimili og hann er náttúrulega bara mjög mikilvægur í dag. Við getum alltaf gert neitt nú orðið án þess að komast á interneti. Við þurfum að skrá okkur inn á heimabanka, við þurfum að skoða fréttirnar sem eru að gerast í kringum okkur, við þurfum að skoða skjöl, rafrænar undirskriftir og svo mætti lengi telja, samskipti heiminn. Þannig að þetta er bara grunninnviður. Sumir gætu jafnvel fært rök fyrir þetta sé mikilvægir en aðrir innviðir vegna þess að við erum svo rosalega háð internetinu. En það leið ekki á löngu frá því að Gagnaveitan kom á laggirnar 2005 þangað til að flokkar í borgarstjórn voru farnir að tala að einkavæða. Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson var þá borgarstjóri hjá Sjálfstæðisflokknum og hann vildi fara bara í að selja þetta. Gagnaveita Reykjavíkur verður seld ef sanngjarnt verð fæst fyrir hana, segir Vilhjálmur. En eins og sumir muna þá var náttúrulega mikill órói í ráðhúsinu á þessum tíma og hann var ekkert lengi borgarstjóri eftir að hann lét þessu ummæli falla og meðal hans var Dagur B. Eggertsson borgarstjóri í einhverja mánuði og fleiri. Þannig að Sjálfstæðisflokkurinn hefur ekki verið í stjórn síðan þá, en við erum samt á þessum stað sem við erum á núna. Það eru félagshyggjuflokkar, þeir titla sig sem félagshyggjuflokka, en þeir eru núna að stefna á svipaða hluti og Vilhjálmur ætlaði að fara að gera. Kannski áður en við förum á nákvæmlega hvað er að fara að gerast, þá ætlum við að bara útskýra nákvæmlega hvað einkavæðing er. Skilgreiningin er að flytja eigur opinbera aðila í einkaeign. Dæmi er að selja hluti í fyrirtækjum á markaði, selja fyrirtæki í heilu lagi, eða að einkaaðilar falið að sjá það sem var á verksviðins opinbera. Dæmi eru strætisvagnarnir, það er verið að útvista strætisvagnum, það er verið að útvista störfunum til vagnstjóra sem eru á lægri launum. Þannig að það er svona það sem er kallað einkavæðing innanfrá. Dæmi það er líka þegar Reykjavíkurborg selur vélamiðstöðina EHF. Það voru vélar á vegum Reykjavíkurborgar sem voru að sinna snjómokstri, voru að sinna garðslætti og þaðan fleirum líkt, svo upp á götur. Svo eru fréttir nýlega að vagnstjórar á pólskum uppruna sé að mótmæla einkavæðingu Strætó BS. Það eru þessar útvistanir í gangi. Það er verið að keyra niður launakjör með því að fá inn aðila af einkamarkaðnum. Og nú stefnir núverandi meirihluti á það að selja Malbikunarstöðina. Malbikunarstöðin er fyrirtæki í eigu Reykjavíkur sem sér malbika göturnar og þar eru áætlanir það að fara í einkavæðingu þar og selja. Svo er annað dæmi sem að einhverjir muna kannski eftir, það var að Reykjavíkurborg átti útgerðarfélag. Bæjarútgerð Reykjavíkur hét það. Og Davíð Oddsson sem var borgarstjóri á þeim tíma seldi félagið og það olli miklum pólitískum deilum á sínum tíma. Það er annað dæmi, en við sjáum samt að einkavæðingar, það er ekki eitthvað sem að bara Sjálfstæðisflokkurinn er að gera í Reykjavík eða gerði. Þetta er í gangi núna. Það eins og ég segi, Malbikunarstöðin
Strætó, núna ljósleiðarinn, þannig að við erum ekkert óhult þó að sjálfstæðisflokkurinn sé ekki í stjórn, það eru aðrir sem að fylla í skarðið. En svona rótin svolítið að því að hvar við erum stödd í dag með all þessi einkavæðingar áform, það má að miklum hluta rekja til tilskipana sem koma frá Evrópska efnahagssvæðinu. EES sem sagt kemur með tilskipanir til Alþingi sem að við í rauninni höfum mjög lítið að segja, við bara verðum að samþykkja þær og meðal þeirra eru þessar tilskipanir það að fjarskiptainnviðir verði að vera samkeppnisvættir og markaðsvættir. Þannig að hið opinbera má ekki lengur koma með fjármagn inn í fyrirtæki og félög sem eru að sjá innviði eins og ljósleiðarann og koma interneti til okkar. Og það er rauninni neyðir fyrirtæki eins og ljósleiðarann til að reka sig eins og fyrirtæki og ef að reksturinn er erfiður eða ef það kemur kannski stór samkeppnisaðili eins og við sjáum núna Míla sem var keypt af frönsku stórfyrirtæki kemur inn og það lítur jafnvel út fyrir að þeir geti náð einokunstöðu, þá kemur ljósleiðarann og segir, heyrðu, okkur vantar pening til að geta staðist þessa samkeppni. Og þá líta margir svo á að þá getum við ekkert gert, við verðum bara einkavæða þetta og koma einkaaðilum inn. Þetta er mjög þægileg afsökun fyrir marga flokka sem eru titla sig félagshyggjuflokka að segja, já, við bara erum tilneydd til að gera þetta, ekkert sem við getum gert. Þannig að þessi viðmið eru mjög heftandi og en það er allt í nafni þeirra möntrum að þetta verða að vera samkeppnisvæðing og markaðurinn leysir þetta bara og hið opinbera á ekkert að vera að stússast í neinni samkeppni eða neitt svoleiðis. En það er mjög sérstök afstæða vegna þess að eins og ég talaði um áðan, þá er ljósleiðarinn bara grunninnviður. Þetta er álíka fáránlegt og ef að Evrópusambandið væri að koma með tilskipun að ríkið mætti ekki koma með fé inn í vegagerðina til dæmis. Þetta er bara að vera sjálfstætt, það þyrfti bara að standa undir sér. Það væri bara, það væri ekki gott ef að vegagerðin væri að standa í einhverjum samkeppnisrekstri. Þetta er álíka fáránlegt allavega finnst mér. En svo við koma núverandi stöðu eftir það sem sagt barst bréf frá ljósleiðaranum 24. október síðasta haust það að þeir væru að óska eftir hlutafé sem þýðir að þeir óska eftir að hluti félagsins verði seldur. Ástæðunar voru að staðan væri erfið á markaði, það væri eftir að salan á Mílu fór til franska fyrirtækisins þá væri staðan mjög erfið og þeir þyrftu að fá fjármagn. Þá var stofnaður hópur skipaður fulltrúum allra flokka í borginni til þess að fara yfir stöðuna og kalla til sérfræðing og alls konar fólks úr ólíkum áttum til þess að koma með ráðgjafir bara hvað væri best að gera. Og það voru ólíkar skoðanir þarna inni og niðurstöður hafa verið kunngerðar frá meirihlutanum, frá okkur og frá öllum flokkum og fulltrúar flokka Samfylkingar, Framsóknar, Pírata og Viðreisnar. Þau hafa lagt til að rúmlega 33% félagsins verði selt. Þau sem sagt telja það best, meðal annars flokkar sem titla sig félagshyggjuflokka að það sé best að fara í einkavæðingu á þessum innviðum. Þannig að það er svolítið staðan eins og hún er í dag. 2. maí þá verður málið tekið fyrir á fundi borgarstjórnar, það verður opinn fundur sem allir geta hort á, fylgst með og þá eru kosin þessa tillögu. Og þá komum við svolítið að sýn sósíalisti í þessu máli. Við ætlum að leggja fram tillögu þá að við sækjum undanþágur frá EES-reglum, að við beinum því til stjórnvalda að sækja undanþágur frá þessum tilskipunum sem kveða að fjarskiptainnviðir verða að vera markaðsvæddir, samkeppnisvæddir, að ríkið eða opinbera með ekki veitaninu fé þangað inn og við bara okkur algjörlega finnst það að vera mjög sjálfsagt mál. Við sjáum núna að ríkið að biðja undanþágur vegna málefna sem koma til dæmis flugfélögunum við akkurat núna og ef það er vilji til þess þá algjörlega verður það samþykkt. Við erum bara eftir að sjá hvernig það fer. Svo er ekki jafnframt til að Orkuveita Reykjavíkur sem á ljósleiðarann, hún komi með fé inn í ljósleiðarann og við höfum fordæmi fyrir því að það sé heimilt. Fyrir nokkrum árum þá kærði Míla það að Orkuveitan væri að koma með pening inn í ljósleiðarann og Hæstiréttur úrskurðaði það væri í lagi að gera það. En samt eru flokkar að nota EES-tilskipanir sem afsökun fyrir því að Orkuveitan megi ekki koma með peningin í ljósleiðarann. En við erum samt með dómsmál sem segja að það mátti. Það er í lagi. Þannig að ef það er vilji þá er það algjörlega hægt. En því miður þá er þetta svolítið að sýna fram á að það er ekki vilji hjá flokkunum í meirihlutanum til þess að fara þá leið. Og þá er náttúrulega bara þægilegt að segja já, EES, sorry, það er bara ekkert sem við getum gert.
Þannig að einkavæðing alls ekki óhjákvæmileg. Þetta bara, það svo margt sem við getum gert annað. Við getum einmitt til skamstíma á næsta ára tryggt rekstur ljósleiðarans með því að Orkuveitan komi inn með fjármagn. Orkuveitan greiddi sér út 4 milljarða í arð á síðasta ári. Fyrirtækinu gengur mjög vel augljóslega, þannig að það ætti algjörlega að vera nóg til. Okkur hefur verið bent á það sé of mikil áhætta að Orkuveitan komi peninginn í, þetta gæti farið illa. En það mjög sérstakt að því á sama tíma fólki sem segir það að segja að, að þetta sé samt gott tækifæri fyrir fjárfesta að koma inn og þetta sé nokkuð örugg fjárfesting fyrir einkaaðila. Þannig að ég skil ekki hvernig þetta tvennt fer saman. Þannig að þetta svona helsta þetta svona helstu punktandi sem við viljum koma inn á með þetta. Og við ætlum kannski bara að fara síðan í umræðum hver næstu skref eru, heyra frá ykkur, hvað ykkur finnst, hvað eigum að gera, hvaða leiðir eru best færar í þessu máli. Þannig að ég held að við segjum allavega þessari útsendingu slitið. Bara takk fyrir.